multiply. God, all that I am, and find my heart on the altar again. Set me on fire. Set me on fire. Oh, take all I have in these hands and multiply. God, all that I am, and find my heart on the altar again. Set me on fire. Well, set me on fire. Here I am, God, arms wide open, pouring out my life, gracefully broken. My heart stands in awe of your name. Your mighty love stands strong to the end. You will fulfill your purpose for me. You won't forsake me. You will be with me. Here I am, God, arms wide open. Oh, pouring out my life, gracefully broken. Pouring out my life again. Here I am, God, arms wide open. Pouring out my life, gracefully broken. Oh, gracefully. Kæru hlustendur Lindarinnar, við erum að senda út frá Kotmóti og morgunsamkoman er hafin, eins og þið kannski heyrið. Morgunsamkoman í stóra salnum í Örkinni, og við ætlum að skipta yfir í lofgjöruna þar, og eftir stuttastund fáum við predikun frá honum Bjarna Þór. Gjörið þið svo vel. Týndur var en mér inn hann bauð, því hann elskar mig, því hann elskar mig. Frjáls er sá með sann, Guðs sonur fann. Já, ég bar Guðs ég það Frjáls er lausnar gjaldið þig, hann gaf mér náð. Meðan syndin mig særði, byggt Jesús sjálfur dó. Lífið stað hann dó. Frjáls er sá með sann, Guðs sonur fann. Já, ég var Guðs ég það Guði heima hjá, húsrúmi
Guðs sonur fann, já ég var Guðs hér, ég það Guði heima hjá, húsrúm víst ég á, því ég var Guðs hér, ég það Góðan daginn, gaman að sjá ykkur. Ég ætla að fara nokkuð praktísk atriði. Það er búið að vera þrusugóð mæting og við sáum það strax bara á þriðjudag. Þetta stemdi í hrikalega góða mætingu hérna í upphafi móts þegar voru 30 manns sem voru mætt hér í svona vinnutörn í upphafi móts og svo voru 40 mættir á miðvikudag, í hádeginu á miðvikudag og svo leið og tjaldstæðið opnaði þá sáum við að það yrði þröngt á þingi. Þannig ég ætla að biðja alla sem eru með bíla eða vitum einhverja sem eru með bíla á tjaldstæðinu að koma þeim í bílastæðin þannig að þeir sem koma í kvöld eftir vinnu geti planta sér á blettina hjá okkur. Og það er, eins og ég segi, það er búið stór hópur sem búin að vera hérna en það er fullt af öðrum verkefnum sem þarf að sinna yfir mótið þannig að ef einhverjir hafa einhver tíma aflögu og myndi vilja taka þátt, það er allt frá því að taka þátt í gæslustörfum eða þrifum eða í afgreiðslu. Þannig að endilega pikkið mig eða viðkomandi umsjónarmann, þannig að ef þið sjáu einhvern í gæslunni eða hefðu ákvað að taka þátt í því, getið talað um Álgeir eða pikka einhvern í búllunni eða viljið taka þátt í búllunni og svo framvegis. Þannig að endilega gefa ykkur fram eða hafa einhver tíma aflögu, þá verður þetta allt svo miklu auðveldara. Og það er hægt að hjálpa til bara með því eina að vera duglegur að ganga frá eftir sig, hvort sem það er á tjaldstæðinu eða hérna frammi. Það gerir þetta allt aðeins auðveldara. Og ég ætla líka að biðja ykkur að virða reglurnar varðandi reykingar, þá bæði reykingar og veip og það er aðstaða hér beint á móti örkinni, þið sjáu bala þar að reynum að halda öllu reykingum þar en alls ekki á tjaldstæðinu eða inn í örkinni. Síðan erum við með tapa og fundið, það var nokkur hlutir þegar borist til okkar og það verður allt inn í sjoppu. Þannig að eins að þið sjáuð einhver óskilamunni eða endilega komið þeim þangað. Og að lokum að þá erum við með foreldraherbyggi hérna niður í kjallara. Þannig að þeir sem eru með yngstu börnin að ef þið viljið fá smá næði þá er aðstæða hérna niður í kjallara, merkt herbyggi og það er líka vídeo og hljóð. Þannig að þið missið ekki neinu sem er að gerast inn upp á sviði. Þannig að þið getið nýtt ykkur það. Þá held ég að það komið nóg í bili. Takk fyrir mig og ég ætlum að sjá vitnisburð eins og það kynnt hérna á kvöldsanguminni í gær. Við ætlum að horfa á nokkra vitnisburði sem svona draga kannski örlitla mynd upp af þessu 70. móti og hvað undan hefur gengið síðust áratugi. Gjörðu svo vel. Komið öll bless og sæl til hamingju með 70 ára afmælið. Ég heiti Rósa Aðalsteinsdóttir og ég kem frá Vopnafirði. Mér langar aðeins að segja ykkur frá sögu sem gerðist á Kvotmóti og er í þessari bók sem heitir Hannasögur eftir Einar J. Gíslason og þar segir hann frá Pálínu yfirsetukonu eða ljósmóður sem kom á Kvotmót og þetta er kannski fyrir einum 60 árum eða meira og þeir sem ekki voru með tjöld, þeim var boðið að gista í hlöðunni hjá Guðna bónda í Kirkjulækjarkoti og amma valdi sér að sofa alveg við hlöðugatið og seint eitt kvöldi þá var Guðni á ferð og hann sér að það er mjög mikið að heyi búið að detta niður opið og hann fær sér hrífu og saxar niður heyið og fleygir því inn opið og beint í fangið á ömmu og amma kallar upp bara hjálp, ég er að kafna og hlöðbúi komu henni til bjargar en Guðna bónda var svo hvert við að hann hendist bara út í myrkrið og hjálpaði ekkert til en amma sagði svona þegar hún var búin að jafna sig hvort að það hefði verið áætlun að reyna að bara kála henni eða þar sem hún væri nú komin loksis á mannamót og þetta segir Einar frá í Hannasögum og mér finnst þetta mjög skemmtilegt og líka bara segja ykkur hvernig þetta var
var þarna einu sinni að það var ekkert sko upp á búið rúm eða fínir eins og þeir í dag. Ég sjálf kom á Kollmót 1972 og húmórinn í því var nú svolítið að ég ætlaði alls ekki að fara neitt á Kollmót en gerði það svo vegna þess að móðursystir mín og fjölskylda urðu ekki heima eða þurfti að fara úr bænum verslunarmannahelgina og vildi ekki að ég yrði ein heima vegna veikinda minna og svo ég ákvaði ok, ég fer á Kollmót en ég mun passa mig mjög vel að frelsast ekki því að mér fannst það ekki vera tímabært að fara að eyðileggja unglingsárin með því að vera frelsuð en kröftu samkom á laugardagskvöldi sem að Hinrik Þorsteinsson predikaði hitti mark fyrir mig og ég frelsaðist og sé ekki eftir því og svo var það daginn eftir að það búið fram til fyrirbænar út af lækningu og ég vissi það í einlægni minni að Jesús myndi lækna og ég átti sannkristna foreldra og gekk í sundarskóla og ég var alveg viss að Jesús myndi lækna mig og í þeirri trú fór ég fram og ég fann svona straum sem kom alveg frá toppi til táar í gegnum mig og mér fannst og það eitthvað sem að enginn getur tekið frá mér að ég varð fyrir þessari reynslu og að vísu fékk ég flogaveikiskast aftur síðar en ég trúi því að lækningin hafi byrjað í Kotinu. Svo var það árið 1996 að ég gekk gegnum Djúpundal og ég vissi ekki hvað var eiginlega í gangi og ég ákvað það að þegar ég kæmi á Kollmót að þá myndi ég biðja hana Unni vinkonu mín að biðja með mér og bara því að ég vildi bara fá lausn í hvað væri í gangi. En ég átti mjög erfiða æsku vegna veikinda og ég misti móður mína þegar ég var 9 ára og svo þegar ég kom út á vinnumarkaðina þá var sjálfsmatið ekkert og það var komið illa fram við mig eins og með kynferðislegri áreitni og fleira og allt þetta einhvern veginn kom upp á yfirborð. Það var eins og að krukka mín sem ég geymdi í búrinu að lokið hefði opnast og þetta gaus allt upp og þegar að Unnur fór að tala mömmu minna þá sagði ég já þetta hefur fylgt mér allt lífið og ég það var bara opnust flóðgáttir og ég bara grét og þetta var mikill léttir og það tók heilmikinn tíma að vinna úr þessu og ég til dæmis fór til þeirra manna sem höfðu gert á minn hlut og ég bað þá fyrirgefningar á mínu hlut vegna þess að ég hafði barist á móti með kjaft og kló og samviskan plagaði mig og ég var oft bara grátandi heima eftir vinnu út af samviskunni minni og ég sem sagt bað fyrirgefningu á mínum hlut. Svo var pabbi, hann var að fara sína hinstu ferð til Jesú í sitt hinsta ferðalag þegar að við vorum að ræða og ég spyr hann hvort að hann sé búinn að vera að fyrirgefa bara fyrirgefa öllum og það sem þau hefðu gert á hans hlut og hann sagði að hann væri búinn að því og ef hann ekki hefði gert það þá hefði hann ekki fengið að fara til Jesú og þetta voru svona perlur sem hann gaf mér í lífið að við eigum að fyrirgefa og við eigum líka að fyrirgefa sjálfum okkur það sem við höfum gert rangt og hann sem sagt hefur bað fyrir mér og þannig að ég trúi því að bænirnar hans munu hjálpa mér í gegnum súrt og sætt í lífinu. Ég bara bið Drottin að blessa ykkur. Amen. Komið öll blessu og sæl. Góðan daginn. Og það er gaman að segja frá því að Rósa sem frelsaðist hér í Kotinu tók svo skírn sama ár hér í Kirkjuleikjakoti og Guðni bóndi hann skírðana.
En það gaman að heyra vitnisburði það sem Drottinn hefur gert á kvotmóti og við fáum að heyra fleiri slíka vitnisburði. En við heyrðum hér áðan í Andra Ómarsinni sem er kvotmótsstjóri í ár, en hann er hluti af teymi sem hefur skipulagt þetta mót. Og þegar við vorum að undirbúa mótið þá fannst okkur við hæfi að yfirskriftin á þessu ári yrði gleði sem að helst vilja hendur við þakklæti. Því að þegar við lítum tilbaka og bara skoðum söguna þá svo margt sem að við megum vera þakklátt fyrir að koma hingað ár eftir ár og allt sem hefur ritað í söguna, þeir sem að upplifa lækning og lausn í lífi sínu einmitt hér á þessum stað. Og það er líka þakklæti til allra sem að hafa bæði byggt upp svæðið og lagt í undirbúning fyrir þessu mót árum saman, allt barna- og unglingastarfið og allir sem að vinna að móti eins og þessu. Það er alveg ótrúlegu fjöldi sem að kemur að svona móti og það skal alveg viðurkennast að stundum að þá örvæntu við þeir sem að standa að svona móti og það hafa alveg verið tekin símtöl. Þarf bara ekki að fara að selja inn og bara ráða fólk til að þrífa og afgreiða og það er svo erfitt að fá fólk í þetta. En alltaf tekst þetta einhvern megin og eins og Andri sagði áðan þá vil ég líka hvetja ykkur að takið allavega eina vakt af einhverju að við hugsum ég ætla að leggja mörkum. Ef að allir leggja mörkum að þá gengur þetta upp og munum það bara fyrir næsta ár að bara gefa sér fram fyrr. Þannig að við séum ekki að eyða alltaf júlimáni eða fylla allar stöður en bara svo þetta gangi allt saman upp og ég svo þakklátt fyrir allt þetta fólk sem að leggur á sig alla þessa vinnu til þess að svona mót geti gengið upp. En við erum stórhuga og við bara sjáum það með því að koma svona mót að þá erum við stórhuga og við ætlum okkur stóra hluti. Þið sjáu hérna frammi þegar þið farið út og eftir og hafi líklega séð að það er svona 3 hindur stór kassi þar sem að þið sjáu myndir af framtíðar hugsjón okkar með miðrýmið örkinni. Og þetta er svona sett á 3 ára plan sem að gæti gengið upp ef við stöndum saman og ég er svo heppin að ég er að tala núna hérna fyrir fyrstu fórninni. Þannig að nú verður tekin fórn og okkur langar bara að biðja ykkur að taka vel í og taka þátt í þessum, já við getum sagt, loka hnykk varðandi miðrými og ég hveti ykkur til þess að skoða myndirnar, þetta verður rosalega flott og þið sem hafa voruð í fyrra sjáu að við erum búin að gera meira, ég sé ég hef ekki unnið hann í miðrýminu, en það er stór hópur af fólki sem er búin að gera mikla breytingar bara frá því fyrra, en það er komið svona endalegt plan og þið sjáu það á myndunum fram og svo eru svona miðar sem þið getur fyllt út. Þannig að ég ætla bara að hvetja ykkur til þess að bara byrja á þessu mótni að blessa og taka þátt og vera með í þessu verki sem er verið að vinna hér í Kirkjulækjarkoti. Þetta er staður sem að við höfum svo sterkar taugar til og við viljum sjá þetta full klárað. Erum við ekki sammála um það? Heyri amen. Þannig að við skulum bara fá tónlistina hingað upp og við ætlum að fá tónlist meðan að baukarnir ganga. En ég ætla bara úr því að ég er bara þá, að þá ætla ég bara að fá að kynna ræðumann dagsins. Ég hef aldrei hitt hann, ég hef heyrt talað um hann. Hann heitir Bjarni Þór Erlingsson og býr á Akureyri og ég veit ekki hvort hann gefi aðeins af sögu sinni í dag, en ef hann gerir það ekki, að þá hlustaði ég á Lindar-appið, opnaði Lindar-appið og valdi bænasvara þátt Elínar og hún tók viðtal við hann og þetta er stórkostlegu vitnisburður sem að hann gefur þar og það er svo gott fyrir okkur að heyra svona vitnisburði, heyra hvað Guð er góður og það uppörvar okkur og það hvetur okkur og ef við erum kannski á stað þess sem að við upplifum að trú okkar hefur minnkað, hlustum á svona vitnisburði. Þeir uppörva okkur og gefa okkur von og við fáum að sjá hvað Guð er góður. Þannig að þið farið á Lindar-appið, finni bænasvara þátt Elínar og hann heitir Bjarni Þór Erlingsson. En við fáum að heyri honum hér á eftir og ég bara býð hann hjartalega velkomin og hlakka til að fá að heyri í honum.
En þú bara gefur þennan mæk. Dásemdir innan. Hlakka mikið til að heyri honum. Signý, getur verið búið að tekið blaðið hans? Já. Takk fyrir. Það verður nefnilega svona svolítið sunnlensk samkoma. Við erum frá Hvítusunnukirkjunni Selfossi og Bjarni alveg upp á Eyrarbakka, þannig að þetta er dásemdin. Má ég heyra amen? Já. Amen. Við ætlum að syngja einn mjög gamlan sálm, írskan sálm sem er íslensku texta. Þekkið eftir slaglínuna og takið vel undir. Þetta er dásamlega sálmur. Leyf mér að sjá þig, minn lausnari kær. Löngun mín er að ég dragist þér nær. Dvel mér í huga degi sem nótt. Drottinn minn ljósið þig gerir mér rótt. Leyf mér að heyra þig, hlusta þig á. Hjá mér vertu og ég þér hjá. Vörfi sem faðir því barn þitt ég. Búa mér leiður eilífð hjá þér. Vertu minn skjöldur, mitt vígi og sverd. Vegsemd og gleði mín lífsins áferð. Sálminn að hvar hver sækir að mig. Sýndu mér veginn og heimið þú leið. Vertu mín arfleifð í velsæld þín auð. Veit mér fátækt nei jarðneska nauð. Hjarta mitt fylltu og fremstur þar með. Frelsarinn góði minn fjársjóður er. Tíð þína þrái ég daginn að sjá. Drottinn minn gleði mun fullkomnast þá. Leið mig í ríkið þitt, lausnari minn. Loks þá ég eignast mun sigursveið þín. Loks þá ég eignast mun sigursveið þín. Gott að þig, Jesus, verið þinni nærvöld. Við lofum þig, heilagur andi, vertu velkominn. Við þráum þig, Jesus.
Drá mig nær þér Guð, ætingindu mig. Ég gef þér allt sem kært mér Því vinur vil ég vera þig. Yndi mig þú Þú ert drottinn minn. Þú einn ert Jesús upprisinn. Og dýrð þína og ást við þig. Vísa mér þín leið, drá mig nær þín
vertu nærri mér, ó vertu nærri mér. Láttu regn heilags anda falla á mig, sér hver dag, hverja stund, sér hvern anda drá. Láttu regn heilags anda falla á mig, sér hver dag, hvar sem Láttu regn þitt falla á mig, falla á mig. Láttu regn heilags anda falla á mig, sér hver dag, hverja stund, sér hvern anda drá. Láttu regn heilags anda falla á mig, sér hver dag, hvar sem Láttu regn þitt falla á mig, falla á mig. Stinni ást, engin orð fá líf, flæðir inn í mína sál. Nú andi þinn fyllir huga minn, frið ég finn í návist þinni. Láttu regn heilags anda falla á mig, sér hver dag, hverja stund, sér hvern anda drá. Láttu regn heilags anda falla á mig, sér hver dag, hvar sem Láttu regn þitt falla á mig, falla á mig. Þinni ást, engin orð fá líf, flæðir inn í mína sál. Nú andi þinn fyllir huga minn, frið ég finn í návist þinni. Frið ég finn í návist þinni. Frið ég finn í návist þinni. Láttu regn heilags anda falla á mig, sér hver dag, hverja stund, sér hvern anda drá. Láttu regn heilags anda falla á mig, sér hver dag, hvar sem Láttu regn þitt falla á mig, falla á mig. Heilagi Faðir, við erum opin fyrir því sem þú þráir að gera. Við erum eftirvæntingarfull eftir þínu orði, Drottinn Guð.
koma aftur í þinni dýrð. Því ég veit þú ert verðugur og ég veit að þú ert minn konungur og ég veit að þú munt koma aftur í þinni dýrð, Jesús, í þinni dýrð sem kemur aftur í þinni dýrð. Halleluja. Amen. Gjör svo vel, Benni. Góðan daginn. Hvað segir þið þá? Það ekki? Ég ætla aðeins að fara til. Ég eins og sonur minn, ég sá við sonum hérna áðan. Hann labbar út um allt. Hann fara frá pappa sínum. Hann labbar líka út um allt. Hann kann ekki að stoppa. Ok, flott. Takk, Jesús. Bjarni Þór heiti ég og er uppalinn frá Eyrarbakka. Ég bý á Akureyri núna. Og reyndar bara búið í Bandaríkjunum síðustu 20 ár, eða það 20 ár, nýfluttur heim, flutti heim með konu og 4 börn og kona mín heitir Jenny, eða Jenny á íslensku eða ekki. Og svo er son minn sem var að labba hér rétt áðan, það er Moses, hann er yngstur, og svo er Eygjörður, það er Moses Ikechi heitir hann og dóttir mín, næst yngsta dóttir mín heitir Eygjörður Patience og við þurfum mikla þolinmæði með hana. Þannig að þetta er bara skýrt hann inn. Og sonur minn sem er 5 ára, hann heitir Þór Óbí og svo á ég dóttir sem er 7 ára sem heitir Níema Ást. Og þetta er öll börn 7 ára og yngri og það er mjög gaman og þetta er fyrsta ferðalagi okkar. Þetta er fyrsta tjaldútilega sem nokkuð sem farið í. Og sem er mín fyrsta tjaldútilega í 20 ár. Ég ætla að fór með mamma og pappa í gamla daga, en í 20 ár hefum við ekki farið í tjaldútölu og nú erum við í tjald. Vá. Við erum hér. Ha, við mættum. Það er spurning hvort við tjöldum aftur, það er alltaf annað mál. Ha, það er alltaf annað mál. Ég er bara ánægður að það var bara gott veður í gær og það er gott veður í dag og á morgun, ekkert rigning og rok, þannig að það er bara yndislegt. Er ekki yndislegt að vera hér á samkomu núna í kotinu 70 ár? 70 ár! Pælið í þessu, það er 70 ár, þá erum við bara að lofa Guð hér, við erum bara að opna himnaríki yfir þessu svæði og það mun fara yfir allt Ísland. Ást Guð mun yfirtaka svæðið. Að því við komum saman frá mörgum kirkjum og við erum að lofa okkar að Guð. Jesús Kristur, við erum að leyfa honum að melta okkur. Við erum synir og dætur. Þannig að þið eru prins og prinsessur. Þannig að þið eru konungleg fólk. Þannig að þið labbið með hausinn hátt. Það er konungsríki sem er í ykkur. Þannig ef tunga mín fer að tala í ensku eða hleypur á milli, þá bara veit ég það, þá er ég frá Bandaríkjunum og Íslandi. Þannig að það er fyndið að ég kom til Íslands og svo var ég byrja að tala fyrst í samkomi á Akureyri og bara á Akureyri og landið og fólk að það, byrju, þú heitir Bjarni Þór og það er íslenskt nafn, en hvaðan ertu? Ég sagði, ég er úr Íslandi. Nei, hvaðan ertu? Þú ert með hana hreim?
ég frá Íslandi, annarkvært Íslendingur sem tala mjög lélega íslensku eða útlendingur sem tala alveg meira íslensku. Það annarkvært. Ég útlendingur, þegar ég fyrir til Bandaríkjanna, þá tala ensku þar, en þá er ég mikið hreim, þá spyr allir hvaðan ég þannig ég bara segi frá Konungsríkinu. Við erum strangers and exiles hérna, þannig að þetta ekki okkar heimili, en við erum hér. Við erum frá Konungsríkinu, við erum ambassador, við erum sendiherrar drottins hér. Það er bara yndislegt. Halleluja, ég ætla að koma með orðið handa ykkur. Það er að segja hérna aðeins meira áður fyrir orðið sem ég ætla að koma með. Það var að tala áðan bara með mína testimony. Vitnisburð, takk, þið verður að hjálpa mér, ok? Þið verður að vakandi, það þýr ekki að vera sofandi núna. Ok? Það er annars fyrir að láta ykkur hoppa og skoppa eitthvað. Það verður að hleypa En vitnisburður minn sá að þegar við sáum fyrir framann, úti í miðunni, þá eru myndir. Og það er það að þetta kostar peninga. Og ég ætla að segja einn vitnisburð, af því ég hef séð marga Íslandi er ekki lengur ávísun, en í Bandaríkjunum er ennþá ávísunir. Og einn vitnisburður sá að ég var mann í trúboði í inner city, sem sagt í gettóum, í slæmu körunum í Alabama. Og síðan vorum við vinna í skóla þar, og síðan var lokaði skólinn á okkur, hann lokaði á okkur síðan, að við fengum sem sagt, bara lokaði skólanum í hverfinu. Þannig að krakkarnir voru bara fyrir aðra skóla, þurftu að fara í rútu og þau í burtu, og við vorum bara að hverfa. Þannig að við ákveðum ministrið hjá mér að við ætlum núna bara að byrja skóla. Þannig að við byrjum skóla, ég fór í hverfin, valdi 15 krakka til þess að koma og verið í skólanum hjá okkur, fann 2 kennara, einn kennari borgum ekki neitt, það áttum enga peninga, og það er bara alltaf svoleiðis, sem aldrei neitt peninga, en það skiptir ekki máli, það drottin okkar. Þannig að, og einn kennari fekk hálflaun og sem bara byrjuðum við, og sem byrjuðum við að dreyma. Það snýst rosalega að reyna að sjá sín. Það er ekki búið núna, það er meira, það er alltaf meira. Þannig að við byrjum bara sín, ok, hvað kostar að kaupa skóla, hvað kostar að hafa 150 nemendur, hvað kostar að hafa allt nýja tölvur, það kostar 170 milljónir, flott. Setjum á blað, byggjum yfir þessu. Og við höldum að fara að byggja, og síðan einhvern veginn bara einn maður í bænum kom og vildi fá að tala við okkur og við erum með fullt af blöðum við framann og við erum að tala bara draum sem við höfum til að sjá bara þetta hverfi breytast. Það tekur kynslóð eftir kynslóð, það tekur tíma stundum. Við erum með 20-30 ár commitment þýðir skuldbindingu til þess að vera í þessu hverfi. Að því að það tekur það tíma til að breyta hvernig fólk hugsar og hvernig fólk hegður sér. Að því ég trúi því að við erum andrúmsloftar, við breytum andrúmsloftum. Það í okkur, við breytum andrúmsloftum. Við löpum inn, þá breytist andrúmsloftið. Þó við sjáum það en sjáum það ekki, það skiptir ekki máli. Sannleikurinn sá, þegar þú lappar inn, hvar sem þú lappar inn, í búð, skóla, heima hjá þér, hvar sem þú lappar inn, andrúmsloftið breytist, út af hverju breytist það, að því Jesús lifir inn í þér. Heilaga andi kom til að lifa í þér og heilaga andi hvað? Guð. Hann lifir í þér, þannig að það breytist allt. Þó þú sjáir það ekki, en það breytist samt. Stundum bara þurfum að biðja, Guð, leið mér að sjá smá, bara pínlítið. Að við getum ekki séð á mikið, þá höldum við séð svo stór. En það er allt í lagi. En bara sjá pínlítið. Þannig ekki lappa í, minnst ég enskóra líka, það skiptir ekki máli, en í bara hausinn hátt. Þannig að þessi maður kom inn og hann var að tala og hann var að horfa á borðið hjá okkur og síðan allt í einu, herðu, er þetta ekki góð að tala? Við sem, jú, þetta er flott tala, við veitum ekki hvaða tölum, það var svo mikið af blöðum á borðinu hjá okkur. Því við erum svo marga að drauma, alltaf bara að skrifa eitthvað niður. Herðu, þá tók hann ávísunarheftið úr vasanum og skrifaði 170 milljónir og gaf okkur ávísunarheftið. Þannig að við fórum, keyptum þennan skóla sem var lokað á okkur, bara borgum 1 og 10, fundum 150 nemendur, fylltum skólan og byrjuðum. Þannig að núna, í Jesú nafni, komið. Ykkur, bara líka, þegar testimony kemur vitnisburður, þá takið vitnisburðin ef þið vilja hann. Þið vilji öll fá vitnisburðarlag svona að það getur borgað eitthvað meira fyrir okkur. Þannig í Jesú nafni, það komið yfir ykkur. Ok.
og yfir bygginguna. Faðir drottinn, ég bara byrja. Faðir drottinn, við bara þökkum drottinn Jesú hver þú ert, drottinn. Faðir, við núna drottinn, við bara komum til þín. Þú drottinn elskar okkur svo mikið drottinn. Þú elskar okkur fyrst, svo við getum elskað þig. Svo núna í Jesú nafni, heilega andi, við bara bjóðum þér inn, heilega andi, og gerir það sem þú ert að gera. Þú veist hvar við erum í okkar göngum með þér, drottinn. Mætt okkur, drottinn Jesús. Mætt okkur, drottinn Jesús. Faðir drottinn, bara núna, leið með tungu bara að flæða, drottinn, fyrir þig, drottinn Jesús. Taktu mig í burtu, í Jesú nafni. Í Jesú nafni, takk Jesús, takk Jesús. Ég var að tala við dóttur mín áðan, hún að fara hérna inn í barnamóti, já. Og hún var að segja, pappi, ég er svo stressuð. Þá sagði ég, veistu hvað, ég hef að fara upp að sviða og eftir, ég er líka rosalega stressaður. Ekki segja neinu frá því. Ekki segja neinu frá því. Þannig að ég flutti frá Akureyri, niður frá Bandaríkjunum, og búið þar næstu 20 ári, ég ætla aldrei að flytja til Íslands aftur. Ég hélt ég væri í mínu trúboði. Komin hörku hverfi, byrjaði að vinna þar, búin að vera þar var búin að vera 10 ár og það var nýbyrjað. Ég var einn af fyrstu til að koma inn. Þannig að þetta var bara, ég hélt að ég var komin í mitt starf með Guði. Og kona mín þegar ég giftist, konunni minni, hún var alltaf aldrei að flytja til Íslands og hún vissi að ég var komin í mitt starf, þannig að hún hefði engar áhyggjur að fara til Íslands. En Guð er alltaf að leita af einhverjum sem viljir til þess að stíga út, þó að það meikir ekki alltaf sens. Hann er alltaf að leita einhverjum, eins og Joshua, hann sagði, vertu bara vertu djörfung og hughrastur. Það er eina sem við þurfum að hafa djörfung og vera hughrastur og stíga út. Þannig að fyrir við, fyrir 5 árum síðan, hann fékk ég draum og draumurinn var svona klaki að ís sem kom í herbyggi, það var ís og það var fullt af fólki undir ísnum og ég hljóp inn í þetta herbyggi og ég byrjaði að lemja á ísinn og síðan loksins þá fann ég persónu, ég tók hana upp og ég leita á Guð og Guð sagði, sett hann aftur honni, þá setti ég aftur honni og upp og niður fóru við. Og ég var virkilega bara í þessum draumi, ég var svona, hvað þýðir þessi draumur? Og síðan liðu árin og síðan alltaf byrjaði fólk að tala, síðan allt í einu stegi ég út frá, fann ég Guð vera að tala til mín, ég vil að þú stígir í burtu frá þess að þú ert að gera, ok, ekki málið, ég gerði það, en það málið var það að það er innkoma sem kemur með því, og innkoma sem var að koma með því var ekki borgað frá þessu trúfélagi, það var kirkjur í Huntsville sem borguðu mín laun. Þannig að allt í einu kemur sem sagt, alltaf það var ekkert mál að gefa þetta frá að ég fekk ennþá peninga. Kona mín var ólétt á 3. barninu okkar og já, við erum bara í góðum gír. En síðan allt í einu vaknaði einn morguninn og segi, nei. Hann segi, nei, ég sagði þér að gefa allt í burtu. Þannig ég fór og talaði við félaga minn og sagði hvað var að segja, hann segi, ekki að grínast. Þú ert að eiga barn. Hvernig ætlaði að meika það? Förum bara til þess að fólk sem þú ætti að tala við og bara spyrjum 100 spurningar, kannski getið fundið fyrir aðra leið. Það er ekki málið, ég bara tristi hvað þú ert að tala um. Klokkan 5 morguninn, þá bara stoppaði ekki sími hjá mér. Og hann sagði, nei, við hlustum á Guð. Ef Guð er að segja þetta, þá stígum við út. Og kona mín horfði á mig og segi, já, ég er sammála. Þannig við vorum saman í þessu. Það er ekki bara ég að reyna að fara mína leið, heldur að því við erum hjón, það er því það að við erum eitt. Þannig við stígum saman í þessi skref. Þetta skiptir öllu fjölskylduna. Ég væri bara einn, það var ekkert mál, en þetta snýst fjölskylduna. Við þurfum að vera í samræði í þessu. Þannig að þetta byrjaði þannig hjá okkur að fyrir 3 árum að ég steg út og það er að hjálpa okkur til að koma þetta skref hérna. Þannig að það er fyrir árið síðan, þá fluttum við 14. ágúst. Þannig að við giftum okkur 14. ágúst, þannig að við vorum í flugvélunni á 14. ágúst í 8 ára brúðgausamafmæli og við hefum 9 ára brúðgausamafmæli að koma. Og þannig að við stegum út, þannig að við ákveðum bara að selja allt. Við setjum allt á sölu, það seldist allt á einum degi, allt hvarf. Við fluttum til Akureyrar og við segum, úps, hvað erum við að gera hér? Fullt á snjór.
Við aldrei séu snjó áður. Herruðu, það bara engin skólidag. Nei, það ennþá skóli. Í Alabama, það er bara það er spá snjókomu, búm. Skólinn lokaður. Smá rók, skólinn lokaður. Nei, ekki á Akureyri. Það er opið. Það skiptir engu hvað mikið rók hvað mikið snjór það er alltaf opið. Þannig að já, krakkarnir labba í skólan og snjó upp hérna mitt á þeim og bara gaman. Þannig að þetta er búin að vera rosalega ævintýri og mér hlakka rosalega til að sjá bara meira hvað Guð að gera. Þannig að alltaf að bíða eftir fólki til að stíga út. En þetta er allt, ég ætla ekki að tala þetta. Ég að tala það eru vers sem virkilega búin að vera á hjartanu mínu. Því það eru 70 ár. Það eru 70 ár sem við byrjum við. Og það eru 9 tímar að koma. Við trúum því. Það er ekki rétt. Það eru 9 tímar að koma. Það er fylling á síðustu tímum mun hvað? Drottinn yfirhylla heilagan anda. Meir en nokkur sem fyrr. Og það er vers sem við vorum að glíma við í smá tíma núna, og þetta er bara fyrir sjálfa mig, en ég ætla að deila þessu með ykkur, að ég held þessu fyrir okkur öll. Það er það að í Lúkasbréfi 5, 36-39, en það byrjar í 36 segir, enginn rífur ný föt og setur á gömul föt. Það er ekki rétt. Það meikar sens, ég fer ekki út í búð og kaupa mér ný flott föt, en ríf það svo getið sett á gamla fötin. Þó að gömlu fötin sem ég var í voru ný, voru sem gömul, en þau gerðu sitt verk. En aftur á móti getum við tekið gömlu fötin, og þegar ég var ungur þá hljóp ég mikið út af sonum minn og alltaf með gat á hnénu, alltaf með gött, þannig að mamma tók gömlu fötin mín og tók og setti yfir á nýju fötin. Þannig við erum ekki að henda gamli í burtu, en við þurfum að leyfa nýju að koma. Það er nýtt að koma, þannig við þurfum að hugsa hvernig ætlum við að leyfa Guð að shape okkur. Að útskýra okkur þannig að hann getur fyllt okkur af heilaga anda. Og síðan fer hann áfram í Lúkasbréfinu og hann segir, enginn setur nýtt vín í gamlan belg. Af því þegar nýtt vín, en þegar gamli belgurinn, þegar nýja víni kemur onni, þá mun hann brjótast. Þá hann heldur í smá tíma, en hvað skeður svo? Búff. En voðalega oft, það erfiðasta er þegar nýtt að koma, að leyfa þau að koma. Að því gamla vínið, eða gömlu fötin, menn þau eru góð. Og það er erfitt að breyta venjur. Það er erfitt að stíga út til þess að leyfa það næsta að koma. Það er 70 ár. Það er ný kynslóð núna að hugsa þennan stað. Þeir sem voru undan gerðu rosalega góða verk. Og það er eitt sem við þurfum alltaf að muna. Við þurfum að muna það að þeir sem komu undan okkur, við þurfum að þeirra axlir. Þannig að við erum þakklátt fyrir hvað þau gerðu. Af því við varum ekki hér í dag ef þeir ekki hefðu gert það sem þau gjörðu undan. Þannig að það er ekki það að nýja sé eitthvað betra, nýja fyrir nýjan tíma. Og það eru nýjir tímar að koma í Ísland. Það eru nýjir tímar að koma í Ísland. Það verður opin himnaríki. Það var það í Vestmannaeyjum ekki 1926 þegar heila andi kom fyrst yfir. 21. Það voru ekki 18 konur og 6 menn saman á ströndinni og heila andi kom ofan á. Og síðan hefur við séð, það eru núna, bla, ok, flott. En ár 1000, hvað skeiði? Ár 1000 komu þeir inn og það var tekið yfir kristin trú kom, en hún var tekið með hverju? Með valdi. Svo 1921 kom heilaga andi, ást heilagans anda. Og það skeiður, þá hefur við séð package.
Hvernig segir maður? Það er ekki pókar. Ég fyrir einhver annar íslenskt orð fyrir þetta. En pockets in ensku, pókar, við sjáum það eru pókar allstaðar á Íslandi sem þú sérð ást Guð. En nú tíminn til að taka alla þjóðuna yfir með ást heilagas anda. Og í heilaga anda hvað? Í Rómverska bréfið 14:17 segir konungsríkið friður, það er réttlæti, fögnuður og friður í heilaga anda. Þannig þið eru réttlátt. Þið eru réttlátt. Við verðum að vita að við erum réttlátt. Ekki fyrir hvað sem við gerum, fyrir sem lifir í okkur. Ef þið gerir rangar hluti, það þýðir ekki það að þið séu ekki réttlátt. Þið eru ennþá réttlátt. Bara segja fyrirgefu, höldum áfram. Ekki sita í súpunni. Höldum áfram. Og það gleði. Ég trúi því að við, fólk sem trúir á Jesús Krist, eigum vera mest hamingjusamasta fólkið á jörðinni. Að því þegar hann fór á krossinn, hann sá, á hverju var hann ánægður? Á hverju var hann glaður? Var hann glaður að því hann ætlaði að taka okkar syndir á krossinn? Nei, hann var glaður að því hann sá ykkur. Hann sá hvað hann hafði sett í ykkur. Að því í Sálmi 139 segir að hann tók ykkur á leynistæðin ykkar. Að leynistæðin sinn, fyrirgeðu. Hann tók ykkur á leynistæðin sinn, hann tók og hann nýtti ykkur saman. Hann setti ykkur saman. Heldur hann hefði bara verið hljóðlátur og syngja? Nei, hann var að profesa yfir ykkur. Hann var að tala yfir ykkur. Hann var að tala það sem í ykkur. Þannig að allir eru með sannleika í þeim. Stundum þurfum við bara orð til að opna hana sannleika í fólki. En málið það, þegar nýtt kemur, stundum erfitt. Að því í Jóhannes Guðspjalli, kapla 2, enska hérna fyrir, 2, Jóhannes kapla 2 segir, að tala fyrsta kraftaverk Guðs. Jesús gerir sitt fyrsta kraftaverk. Móður hann sagði, gerðu þetta. Stundum hlustum bara móður sína. Skilur einhverjum pappin segir, mamma segir, gerðu þetta, og gerum þetta. Okay? En það það að hann hefði spáð í því, þegar gyðingar höfðu partí, giftingavíslu, þá var bara partí í viku, sko. Og stundum lengur. Ef við hugsaum þannig, þeir byrja alltaf á góða víninu. Þegar fólk orðin fullt, þá komum við slæmvinni að það þekkir engin munnin. Og líka það, þegar við erum í, kemur nýtt, við getum sett þetta í annan samhengi, heilagur andi kemur og hann tekur yfir. Og síðan erum við svo hrætt að missa hann, að við meðum ekki breyta. Þegar hann moved last time, þegar hann starfaði síðast, eða hreyfði síðast, þá gerði hann svona. Þannig við erum að halda þessu, en málið það, þegar partí alveg var búið, að við getum ekki, við viljum ekki, við erum svo hrætt, þannig að það verður verra að vera vín. Við erum að halda sama. Staðinn fyrir það, Jesús og maður meira áttar, hann kom með besta vínið síðast. Veislustjórinn tók það og smakkaði, hann vissi ekki hvar það var, en þeir sem settu vatnið í þessar 6 stóru 20 gallon, hérna, hvað það voru stórir, belgina eða kerinn, það voru 6 ker, og þetta var enda partísins. Og þessi 6 ker fara lengur heldur en partíið fór. En það var besta vínið. Góða vínið byrjaði að því að þurfti að byrja partíið. Jesus hugsar öðru heldur en við. Hann vil fara frá dýrðar til dýrðar. Hann vil að við förum dýrðar til dýrðar. Þannig að við lítum á það, Drottinn, hann að fara að hella. Hvernig belgurinn okkar?
Erum við tilbúin fyrir því að láta hann hella? Eða erum við bara sátt þar sem við erum? Erum við sátt? Viljið þið meira eða við erum bara sátt en við erum? Vandamáli oft sem skefur og það bara mín reynsla líka á sjálfum mér, það að experience, reynsla heldur manni oft frá því að fara lengra. Hann segir í heilaga anda réttlæti, gleði og friður. Reynsla oft, nei, við ætlum ekki hingað, að því reynsla minn segir að það virkar ekki. Þannig að það sem skeður oft, þegar ég bað fyrir ykkur að til þess að læknast, og hann læknaðist ekki, og það komið 10 og enginn læknaðist, nú reynsla minni sú að Jesús læknar ekki lengur. Þetta orð segir allt annað. Allt annað heldur en það. Hann segir, hann ennþá að lækna. Hann ennþá að henda djöflunum burtu. Hann ennþá að reisa fólki frá dauðum. Hann ennþá að mæta fólki hvar sem það er. Hann að lækna það sálarlega, hugarlega, líkamlega. Það að mæta fólki. Það segir orðið mitt. Og hann segir líka í orðinu mínu sem ég les hér, sá kraftur, meiri kraftur í okkur heldur hann. Okkur það? Að því heilaga andi lifir í okkur. Stundum þurfum bara að leyfa heilaga andi að lifa. Og hafa ekki áhugur hvort það læknist eða læknist ekki. Ég hef margar sögur þetta og ég hef alltaf reyna að stíga út. Mér finnst þá gaman að stíga út. Og sjá hvað fólk gerir. Til þess að Akureyri daginn, þá var ég í mólinu, þá til að fara eitthvað annar staðar, þá var þetta mól. En hérna, ég tek krakkinn minn ekki neitt annað. Þetta mól, þetta stærsta mól á Íslandi. Þetta stærsta mól í heimi. Ok, þetta mól. Ok, en hérna alltaf læg. Og daginn var ég að labba og bara var í Netto og krakkarnir og leikaði sér í dótabúðinni hérna einhver staðar og sjálf fekk ég verk í vinstra hnéð. Og fyrir nokkrum vikum síðan þá hafði ég biðið fyrir ykkur við vinstra hnéð því að ég fekk verk í vinstra hnéð. Og ég aldrei fengi verk í vinstra hnéð þannig að ég bara var svona djarfur þá og steig upp og bað fyrir ykkur. En svona alltaf í Netto var ég að labba og þannig að hugsa ég, nei, vinstra hnéð. Var þetta bara, já, það er bara verið ég. Vist, það var ekkert síðast, Guð var ekki að tala við mig. Ég ætla að reyna, hvernig tala Guð? Hann tala svo marga vegur. Vist, hann bara, við erum eins mörgum við erum, hann tala til þín. Hann alltaf talandi. Þannig ég oft horfði á nýð, já, lítið bara að ég verið ég. Þannig ég var í Íslinn hérna, svo held ég áfram að lappa og nú var krakkar að leika mér á einhver leiksvæði þarna. Og svo sá ég eldri konu sittandi. Og hún satt og hélt vinstra hnéð á mér. Kannski þetta nýja. Hljóp ég að henni, fyrirgjöðu, hvað að? Já, ég bara illt vinstra hnéð, ég get ekki labba lengur. Ég segi, má ég ekki bara biðja fyrir þér? Já, ég get biðja Jesús að lækna þig. Og ég segi, já, hvað meinar þú? Nei, minna, Jesús elskar þig og ég bara trúi því að hann vill lækna þig, svo þú getur labbað. Þú verður að halda áfram að labba gennum mollið, það ekki? Jú, mér langar það. Já, en við ekki að biðja bara. Og hún, já, ok. Það ég fór hann hérna og setti hendunar á hnjánunni og byrjaði að biðja og segi, Guð, koma, mæta. Og svo allt í einu, verkurinn minn var horfinn, yes! Verkurinn minn horfinn og ég horfði á hana, verkurinn farinn? Ég bara veit það ekki. Hei, standu upp, ok, hún stóð upp og byrjaði að labba. Herðu, verkurinn farinn! Ég sagði já, af því Jesús elskar þig. Herðu, af því ég var viljur til að gera þetta, þá eldri maður stíðandi fyrir aftan okkur hérna, horfði á okkur. Hörðu, ungi maður. Já, hvað segirðu? Hörðu, hérna, komdu hingað. Já, hvað segirðu? Settu höndin á hausnum á mér. Hún læknaðist, þá hlýtti ég læknast líka. Maður veit aldrei. Hvað það að stígur út? Síðan hef ég verið í málum, en til dæmis þessi maður, hann veit ekki hvort hann læknaðist það ekki, hann hefði fengið heilablóðfall og svona ýmislegt, alltaf það, en setjum daginn, var að labba mólið, þá kom hann, herðu, þetta kona mín. Já, sælverstu, þú svona Jesúsmaður? Ég sagði, já, ég svona Jesúsmaður. Þú svona lækni Jesúsmaður?
Hann sagði, já, ég sé margar lækningar og ég líka ekki sé margar. Ég bið bara og vona, sem sagt, og ég trúi að Guð ætla að lækna. Og stundum gerir, stundum ekki. Ok, það er gott. Þú mátt koma í kaffi til okkar einhvern tímann. Ég er með fullt af boðskomendu kaffi, það er rólega gaman. Og síðan aftur með í Bandaríkjunum einskipti, þá var ég að hjálpa þessum manni og hann var var að flytja og hann gat ekki flutt. Ég var sendur á svona trukk til að hjálpa honum að taka svona dót úr bílskotni hjá honum og hann mátti ekki lyfta. Hann hefði mikið bakmeiðsli. Þannig að ég bara talaði við hann og voru að flytja fyrir hann og svona ýmislegt og síðan bauði mig inn og það gefði mig eitthvað að drekka og síðan, herðu, má ég biðja fyrir þér? Má ég biðja fyrir lækningu fyrir þér? Með bakinu? Já, það nú gott að vera læknaður, sko. Og hann trúði ekki Jesús en eitt svoleiðis, þannig ég bara bað fyrir hann og síðan að því ég var að hlusta á hann allan tíman. Ég var að flytja með honum, þannig ég hlusta, hvað var að segja og þannig baði fyrir öðrum hlutum, konun hans, barninu hans og síðan þegar ég var búinn að biðja, þá var hann háskælandi. Hann læknaðist ekki, en það mikilvægast að læknaðist það var hjartað. Það ótrúlegasta hlutir sem gerist þegar við erum viljugt að stíga út. Þó að fólk læknist ekki, sem ég trúi, ef við séum ekki að reyna íta á þau, bara fara og elska þau, er það þegar við stígum út, fólk sér að það er séð. Við erum öll að leita einhverjum til að sjá okkur. Þannig að stundum að bara tala við ykkur og sýna kærleik. Að því það í heilaga anda kærleikur, er það að við stígum út. Ef við stígum ekki út, þegar við mætum fólki, já, ég ekki búin að vera svo góður í dag, sko, síðustu viku var ég slæm, ég las ekki Biblíuna, það skiptir ekki máli, heilaga andi í þér, stígðu út. Og síðan farið í Biblíuna og fara að lestu. Hætta ekki verið í sorg. En ég bara trúi því mikið núna að heilaga andi að fara hann er að fara að hella. Það 70 ár. Og veistu hvað það er? 70 ár. 70 ár and one generation. Generation. It's a generation shift right now. Fyrirgefið. Það kynslóða skipting. 70 ár búin að vera hér í kvotinu. Nú kynslóða skipting í myndum. Og við sjáum það yfir Íslandi. Það kynslóða skipting í myndum. Þannig að við verðum að leyfa kynslóðinni sem að koma að fara að taka líka með. Það nýtt. Við þurftum þessi 70 ár til að koma okkur hingað. En þessi gömlu 70 ár sem voru áður mun ekki koma okkur næstu 70 ár. Það kynslóða skipting núna. Og í heilaga anda aftur brosum. Látum það líða. Við erum, eins og ég sagði það áðan, við erum andrúmsloftbreytarar. Það okkar köllun. Hvort þú líkar það vel eða ekki, það þú. Þannig ef þú ert mikið í fílu, hvað getur skeð? Þá getur komið fíla út. Hans nærvera lykillinn á öllu. Við erum að lærum að vera í hans nærveru, ótrúlega hluti geta breyst. Á þess að við gerum ekki neitt, heldum bara að verum í honum. Og það vers þetta vers bara búið að vera í mér bara í allt sumar. Að ég bara les ensku biblíuna, íslenska biblíuna, þetta besta vers ég sé í íslenska biblíunni. Það ekkert ens vers sem getur séð þetta. Hann segir í 1. Jóhannes Guðspjalli 1:20 segir: Þið vitið sannleikann. Þið vitið sannleikann. Þið vitið hvað sannleikurinn er. Rétt? Þið vitið sannleikann. Þið sannleikurinn þegar í ykkur. Þess vegna þið smurð af heilaga anda. Þið vitið sannleikann, þannig við smyrjumst heilaga anda. Og þegar ég var yngri, þá
og rosalega gott, það var að hjóla út um allt og svona kaffitími, það var minn upplýstartími þá. Þá var mamma alltaf að kaupa fullt af brauði, og ég fór heim og allir vinnir komið með og fengur ristabrauð, ristabrauð bara gott sko. Og síðan það var keppni, þegar brauðið kom upp úr ristavélinni, það var að taka það fyrsta. Að ég vildi ekki hafa síðasta, ég vildi að fá það fyrsta beint úr ristavélinni, að því þá myndi ég taka smjörið en smyrja. Og þegar skeiðið fyrir brauðið var það að ég tók það síðan, það bara smyrja fullt af smjöri á það, að ég var svo heitt að það brann í gegnum, það bara lak í gegnum brauðið. Það bara leka í gegnum brauðið, þannig ég tók brauðið síðan og það byrjaði að leka niður. Bara smjöri lag niður. Það lag niður. En að því mamma var alltaf að rista brauð svo hratt og maður geti ekki borðað á hratt. Það var komið bunki og síðan fekk maður síðasta brauðið. Það reyndi að smyrja það. Það lag ekki eins mikið sko. Það lag ekki. Og síðan voru oft, það nýtt brauð úr bakarinu, það rosalega gott. Og síðan eldist það og svo eldist það. Og stundum þá kalt smjör og kemur smjörið og það bara rifnar. Alveg í pyrrðunum á mér. Þolið það ekki. Þolið það ekki. Þið vitið sannleikan. Það sannleikur í ykkur. En erum við heitt? Við getum sett smjör á brauð en það lekur ekki. En það samt smurning af heilaga anda á okkur. Þið eru smurð af heilaga anda. Það gjafir í ykkur sem mun breyta kynslóðum, breyta hugafari, hvernig fólk talar, hvernig fólk sér annað hvort. Það í ykkur. Því það smurning heilaga anda á ykkur. En málið það, ef brauðið kalt, þá lekur það ekki niður. Þannig að það tími fyrir okkur að skilja tímana. Það tími núna til þess að vera smurð heilaga anda. Þið eru smurð nú þegar, en ég vil fá að sé að það leki heilaga andi. Þannig að við fyrir að sjá eins og Pétur labbaði, hann skuggi lagnaði fólk. Var það Pétur eða var það smurning heilagas anda? Að því hann var svo nær honum. Og síðan eitt annað, hvað þú fór að spila skítara, fá svona sunnlenska hreim hérna góð hérna, erbyggingur og selfisingur, það að, nú misti ég hver ég var, hvað það mikið með hérna? En það tími núna til að smurðu heilagas anda. Það tími til að stíga inn í það. Þetta pælið í hvað þetta skeið þessi helgi. Hann eftir að hella. Hann eftir að mæta ykkur í stöðum sem þið vissi ekki að væri til í ykkur. Hann eftir að leysa ykkur frá hlutum sem þið vitið séu föst. Og sem þegar þið farið heim, hvar sem þið farið, bæjarfælið verður blest. Að það smurning yfir ykkur. Það smurning heilagas anda yfir ykkur af gleði og friði. Men þau eru að gangi gegnum þetta. Hvernig kemur gleði frá þeim? Hvernig getur þið labbað í svo miklu friði? Voru þið ekki að missa eitthvað? Eru þið ekki að fara í gegnum krabbamein? En ég sé hana friði í þeim. Að þau fara áfram. Þeir vita. Það eitthvað sem þau vita sem ég veit ekki. Þið eru smurð heilaga anda. Og ég trúi því svo sterk. En við verðum að fara að stíga. Verða heit aftur. Svo hafum að leka. Það eitt sem Pétur sagði þegar hann mætti manninum við gullandyrnar. Gull og silfur hef ég ekki. En það sem ég hef,
gef ég þér. Standu upp. Hvað hefurðu? Þú getur ekki gefið eitthvað sem þú veist ekki Þú getur ekki gefið eitthvað sem þú veist ekki þú hefur. Ég skal segja ykkur það engin vöntun í himnaríki. Það engin vöntun í himnaríki. Það fyrir okkur að taka það niður og trúa því sem hann segir okkur. Við þurfum að segja allar þessar hugsanir sem við höfum okkur. Ég sé ekki nógu góður og ég tala ekki nógu vel. Ég byrja ekki að lesa fyrir að 28 ára gamall. Pæliði hvaða mikla sjálfsímynd hafði ég. Og ennþá það kemur, hann labbar upp hérna. Þú kannt ekki að lesa. Nei, það lygi. Við getum ekki frá að trúa sem óvinni segir ykkur. Trúið sem hann segir ykkur. Hvað hann að segja ykkur í sínu orði? Hann segir, þið eru conquerors. Þið eru sigurvegarar. Þið eru andrúmsloftbreytarar. Þið eru elskuð. Þið eru synir. Þið eru dætur. Þið breytið þjóð minni. Þið breytið Íslandi. Í gegnum ykkur vil ég breyta þjóðinni. Af því ég sé gull í ykkur. Ég horf ofta á speilin heima hjá mér og ég svona slæmum dögum og ég segi, Guð, ég veit hvað ég sé. Það getur allir séð það. Þegar við horfum á fólk, þá getum við alltaf séð neikvæða. En það sem ég vil fá að sjá í fólki það sem hann sér. Af því það lykillinn á þeim til að leysa þau. Og koma þeim á það stað sem þau munum blómstra. Af því þau eru blómstrarar. Þau eru blóm sem blómstra. Af því Heilagur Andi lifir inn í þeim. Og hvað skipur þjóðin það að þjóðin byrjar að stíga út. Ég mikla hugsa Akureyri. Ég hugsa alltaf þannig, Akureyri verið bærinn sem, ég sagði alltaf hérna, the city, það er ekki city, það bær, eða skilmáli. Borgin segi alltaf einu sinni, en það bær ennþá, ekki greina. Þau áttu bara að breyta nafninu og síðan vildi ekki breyta því, ekki máli. En hérna, ég hugsa alltaf svona, herðu, hvað skeður ef fólk byrjar að tala öðruvísi? Hvernig fólk sér hvort annað? Þó að þau ekki Jesús, en liði konungsríki koma á jörðu eins og himni. Hvað skeður ef allt byrjar að breytast, hvernig fólk tala saman? Það í ykkur. Eru þið tilbúin? Eru þið tilbúin til að leysa allt? Sem við heitir núna heitir gleði. Já, ég er samt ekki svo voru gladur sko. Lygi. Brjótu það núna. Brjótu það bara núna. Hendur bara gleðibombu. Gleði. Gleði. Við brjótum þetta. Það er ekki sannleiki. Í Heilaga Anda réttlæti, gleði og friður. Já, men ég finn ekki frið. Já, stígðu inn í hann. Ekki trúa lyginni. Þú getur farið gegnum virkilega erfiða hluti, en samt ekki mist þetta. Ég er ekki að tala það að við bara allt gaman. Nei, við förum gegnum erfiða hluti, en það eitthvað inn í okkur sem heldur okkur áfram af því það Heilagur Andi. Núna ætla ég ætla að stíga út. Ætla að vera mjög djarfur núna. Ég veit að tala íslendinga. Ég var með konu minni einu sinni á Skype og ég vorum að tala við the board Akureyri, stjórn Akureyrar í kirkjunni. Þau voru öll heima hjá þau voru hérna og svo voru að tala Skype og síðan voru að segja, herðu, við erum ákveðið að koma til Íslands. Og síðan pikkaði ég konu mína og segi, herðu, þau eru rosalega hamingjusöm. Hún sagði, ha? Ég sé engan breytingu. Þannig ég veit að tala Íslendinga. Það ekki mikil breyting í svip okkar. Sjáðu konu mín, þau eru rosalega hamingjusöm. Það ekkert bros. Jú, heyrðu röddinni. Sjö, þarna er það. Þau eru hamingjusöm. Þannig núna ætla ég að stíga út. Ég búinn að vera ákveða þetta
Þetta er örugglega bara þetta fer bara beint í hausinn á mér. En, vitið hvað? Stundum þarf maður að stíga út. Ég skeið daginn að ég var að fara í körfubolta. Það var þess að körfuboltabúðir á Akureyri og ég þjálfa körfubolta. Og síðan var búðir, komið þessu stóru þjálfarar sem voru meistaraflokksþjálfarar. Og við vorum að drekka kaffi upp í höll. Og höllin er þannig að það er gluggi sem fer yfir írðhúsið. Og síðan ætla ég að fara að lyfta. Það var hamar úti. Og ég ætlaði að fara að lemja niður, sko, því ég er svona gaman að þessu og þau voru að tala crossfit og svona gera grín að því og svona ýmislegt, sko. Og ég gerir crossfit í Bandaríkjunum og svona ýmislegt. Og þó sjáðu ekki núna, en Ísland fær gott um mig. En ég ætlaði að drífa mig og fara aðeins að lyfta og drífa hún út og sjá allt innu fór ég að lyfta. Og síðan alveg að fara svona hamar, labbaði, ætlaði að fara út, leit upp. Dang, þeir horfa á mig. Fór ég út, fór aftur inn. Hvað ertu að hugsa? Þetta ert ekki þú. Þú steigst út og flutt á Íslands. Þetta ert ekki þú. Þetta er hræðsla sem á ekki að vera þarna. Það er ekki að mér. Farðu aftur út. Fór aftur út aðeins lengra. Sér hljópi aftur inn. Þá heyrði ég nafnið. Bjarni! Hljópi aftur út. Taktu hamarinn, maður! Tók ég hamarinn, bara að lemja hann á fullu og bara gera allt sem hann að gera. Heyrðu. Þeir sem setna mér, nei, þetta er bara snill, mér langar að gera þetta líka. Fólk er að bíða eftir fólki til að stíga út. Málið okkur Íslendingar stundum, við þorum ekki að vera öðruvísi. En allir er að bíða eftir þessum eina til að gera öðruvísi, svo við getum hlupið eftir þeim. Þannig að ég ætla að prófa núna. Ég vil allir standa upp. Vá. Yes. Nei, við ætlum ekki að æfa. Við ætlum ekki að neina æfingar. Það er nú þekki manni ekki íslensk orð, ensk orðið. Það er ákveðin hlut sem við gerum til bara að sýna, eins og þegar við skýrumst. Vatnið er ekki að bjarga mér ekki. En það er því að þegar ég skýrist í Jesú Kristi og ég er að skýrast í vatninu, þá er ég að sýna öllum að ég trúi á Jesú. Hvað þýðir það? Það skiptir ekki máli. Og núna ætlum við að gera verk. Ég ætla að setja ristavélina hérna. Sögur ristavélin. Ég er ristavél. Við viljum að setja brauð í ristavélina. Þið eru brauðið. Stór ristavél. Og svo núna ætlum við öll að sitjast. Ætlum við íta á takkan. Nú förum við í ristavélina. Heitt. En á hverju er þetta? Ég er að breytast. Þetta er svo heitt. En ég langar að halda í þetta, nei! En þetta var svo gott! Á hverju? Nei, ég er að litast! Þetta er svo heitt! Men ég er að vera heitur! Hvað? Ég er að breytast! Ég er að vera krönsaður! Það er ný ímynd að koma yfir mér! Það er nýju tímur að koma! Það er að brjóta keðjurnar sem ég hélt alltaf á. Aðeins lengur. Er þið tilbúin? Að því þegar ristavélin er búin, heyrðist hvað? Gling! Og allir standa upp. Og heilaga andi kemur smurningu sína og smyr ykkur á heilaga anda. Smjörið fullt af smjöri yfir ykkur í nafni Jesú Kristar. Núna er smurningin að leka. Hann er að leka í gegnum ykkur. Hann smjörið að leka í gegnum ykkur. Í Jesú nafni. Það er að leka í gegnum ykkur. Þeir eru overflowing right now in Jesus name. Það er yfirfylling, það er opið himnaríki núna. Þeir eru brennandi heit fyrir Jesús. Finn ég það? Það skiptir ekki máli. Þú ert brennandi heitur fyrir Jesús. Jesús getur notað þig meira en nokkuð sem fyrr. Hans ást fyrir þér er yfirfinnandi.
Hann er svo ástfanginn á þér og hann sér svo mikið í ykkur. Það Jésu nafni, smyr fólkið í Jésu nafni. Það lekur meira smjör. Við viljum meira smurningu á heilaga anda. Meiri smurningu á heilaga anda. Meiri smurningu á heilaga anda. Meiri smurningur. Já, Móses, komdu. Opnaðu vötninu, já, Móses, komdu. Jésu nafni. Í Jésu nafni. Takk, Jésús. Ég trúi þessu. Stundu þurfa að akta út. Eins og það er vers í Biblíunni segir, the double doors, tvöföld hurð, mun opnast fyrir ykkur. Já, getur hér það. En stundu þurfa bara að setja hendurna báðar út og opið. Svo í Jésu nafni. Takk, Jésús. Og það er ekki bænafólk hérna. Það er fyrirbænendur. Þannig ef vil ég fyrirbæn. Bara einhverjir að koma og voru að samla ykkur hvað þið eruð, að þið séu heit. Að það séu ykkurir keðjur sem að brjóta eða gefa, það er lækningu. Fólk getur byggðið lækningu yfir ykkur. Í Jésu nafni. Það eru hné að læknast, bökur að læknast. Í Jésu nafni. Hugur er að læknast núna í Jésu nafni. Hvernig hugsun sjálf á mig er að læknast. Sálin er að læknast. MS er að læknast. Það er lækning. Ef þú þekkir ekki Jesús, það mann sem ég er bara að tala í morgun. Ef þú þekkir hann ekki, þá er tíminn að koma núna. Vertu ekki hrædd eða hræddur. Stígðu út. Það er fólk hér sem mun biðja fyrir þér og mæta þér. Það er maður sem er svo ástfanginn á ykkur. Að hann dó á krossinn fyrir okkur syndir, svo við getum fyrirgefið. En meir en það, svo við getum lifað fullkomnu lífi í honum. Svo við getum labbað, gengið með honum. Svo við hefum samband. Eins og við lokum núna í hádeginu, endilega, þeir þurfa bara eitthvað til þess að agree with. Við erum hér til að biðja fyrir ykkur, gráta með ykkur, hlæja með ykkur, hleypa með ykkur. Við erum hér. Halleluja, Jésús. Faðir, við bara þökkum Drottinn Jesú, góðu Guð. Svo í Jesú nafni, bara mætti þeim öllum, Drottinn minn. Mætti þeim í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Smurning og heilags anda. Það sem ég þrái er að heiðra þig. Guð af öllu hjarta ég tigna þig. Guð af öllum mætti ég tilbið þig. Allt það sem ég þrái er frá þér. Guð mitt hjarta er þitt.
Sala er þín, allt mitt líf er þitt, drottning hvers sem ég fer, inni hvar sem ég er. Guð verði vilji þinn, Guð mitt hjarta er þín, mín sála er þín. Guð allt mitt líf er þitt, drottning hvers sem ég fer, inni hvar sem ég er. Guð verði vilji þinn. Kæru hlustendur, það var að ljúka samkomu með honum Bjarna Þór Erlingssyni hér í aðalsal arkarinnar í Fljótshlíðinni á Kotmóti. Mögnuð predikun og þörf áminning til okkar allra. Við þurfum að vera brennandi fyrir Guð þegar við höfum sannleikann í okkur og þegar Guð setur smurningu sína yfir okkur, þá þurfum við að taka við henni. Leyfa smurningunni að flæða inn í okkar anda og veru allra og stíga fram í djörfung. Þetta var skemmtileg myndlíking hjá honum Bjarna. Hann talaði að fara ofan í brauðrist. Við þurfum að vera heit og brennandi fyrir Drottinn.